Skrokksmíðin, skref 7. Það ekkert rosalega margt sem við ætlum að gera hérna, en það hefur alltaf miklar útlitsbreytingar í för með sér. Fyrsta lagi hjólastellið. Við ætlum að setja það undir. Það fest með 4 boltum og í 2 pörtum og ætti að vera auðvelt. Á sama tíma þá setjum við hérna vængstífu festingarnar. Þær koma líka undir skrokkinn. Til þess að klæðningin liggi betur yfir þessu, þá hérna 2 kubbar F40 sem að límast með. Síðan eru þessar 2 hérna sem að koma aftan á, 44, 45, og svo servobakkinn. Ég tók servo sem ég kem til með að nota, eða svipaður í stærð, og mátaði það hérna ofan í gatið og kom í ljós að servoin voru of stór eða kannski var gatið of lítið, svo ég stækkaði það örlítið. Síðan setti ég hérna 2 harðviðarkubba undir til þess að skrúfurnar fengju eitthvað til þess að bíti í. Og með þessu þá koma 2 svona litlir kubbar, 3 hyrningar sem að koma aftan við þennan servobakka. Ég búinn að mæla á teikningunni hvar hjólastellið á að vera og merkja hérna ofan í. Svo nú ætla ég að byrja því að bora með 3 mm bor ofan í þar sem götin eru. Þetta virðist hafa farið þangað sem það átti að fara. Svona. Boltarnir sem að halda hjólastellinu eru 5 mm, M5 boltar, og það snittað fyrir þeim í hjólastellið. Þannig að þegar að boltinn fer í gegn og skrúast í hjólastellið, þá þarf ekki ró á móti. Til þess að báðir boltarnir finni það sem þeir eiga að finna, það er að segja götin undir, þá ætla ég að bora ekki með 5 mm, heldur 5,5. Hérna annað stellið komið í og ég nokkuð vongóður að hitt fari líka. Samkvæmt teikningunni þá á stífufestingin að koma hér og standa svona 22 mm út úr skrokknum. Það eru síðan 3 mm boltar sem að halda henni og ég ætla að bora 3,5 mm göt hérna niður fyrir því.
Stífu festingarnar eru settar hér á með tveimur mislöngum boltum vegna þess að annar þeirra fer í gegnum þykkan kubb og hinn bara gegnum þetta gólf hér. Og síðan er settur ó hérna undir og það fylgdi með bara venjulegur ó fyrir þessu bolta. En af því að þetta kemur aldrei af aftur þá ætla ég að setja nælonrær. Það er að segja rær sem ekki geta losnað aftur. Svo þegar ég lími kubbinn hérna yfir, þá er alveg svo víst að ég missi dálítið af lími ofan á þetta. Það næsta sem þarf að gera er að taka þennan kubb F40 og líma hann hérna yfir. En til þess að hann geti dottið hérna ofan í, þá þurfum við að gera ráð fyrir boltanum sem er hérna rónni sem er hérna undir. Og við þurfum að passa okkur að líma hann ekki við hjólastellið því að það á að vera hægt að draga í burtu. Síðan getur maður fyllt hérna inn á milli með aukaefni. Hérna er ég búinn að setja smá kubba inn á milli. Ég er búinn að taka úr fyrir boltanum hérna og nú ætti ég bara að geta límt þetta á. Ég þurfti að setja aðeins hérna innan á til þess að fá þetta alveg á réttan stað, en nú lím ég þetta fast. Síðan tek ég stellið af og forma á þetta svona skáa hérna. Og nú er þetta að fasta sinn stað og þarf bara að fá að harðna. Þannig er ég búinn að líma 44 og 45 aftan á skrokkin og ég ætla að fara að líma servobakkan hérna fastan.
þar með skrefi 7 lokið.